Velkomin á Viðskiptaþing 2015. Fyrir 2016, hárrétt. Byrja vel. Þetta tímavél fyrir þá sem að vita það ekki. Fyrir þau ykkar sem að þekkja mig ekki, þá heiti ég Frosti Ólafsson og framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Og það mjög gaman að sjá hversu góð mæting hér í dag. En þetta 3. árið í röð sem að við seljum upp á þennan viðburð og núna með 2 vikna fyrirvara. Mér skildist að það væri farið að selja þetta á blandinu á 100–120 skall, eitthvað svoleiðis. En hér minnstakosti allir mættir og gaman að sjá ykkur. Þingið og verður einn af megin viðburðum ársins í íslensku viðskiptalífi. Yfirskrift þingsins í ár héraðsmót eða heimsleikar, innlendur rekstur í alþjóðlegum samanburði, í alþjóðlegu samhengi. Þetta vísar til samkeppninnar og þetta vísar til samanburðarins. Það kannast flesti við stemninguna á héraðsmótum. Þetta vinalegt, á köflum sveitalegt, en ótvíræður metnaður. Ég keppti sjálfur á héraðsmótum, bæði á Suðurlandi og á Vestfjörðum. Og á Vestfjörðum var mín grein langstökk án atrennu. Ég valdi það því að þetta svona sú frjálsíþróttagrein sem fær mesta umfjöllun í fjölmiðlum. Og ég gerði hvorki meira en minna en að setja Vestfjarðamet í mínum flokki, drengjaflokki, 2,40, ég held ég að vera 1,50 þá, þannig að það eins og ég stökk við hérna yfir fyrstu 3 pallana, mjög impressive. En ég kom kókraustu til leiks á Íslandsmótið en endaði í 5. sæti. Það var ákveðin vonbrigði, þannig að ég ekki Íslandsmeistari í langstökki á natrinu. Og ég ekki viss að árangurinn hefði verið upp á markafiska eða ég hefði haldið áfram yfir í heimsleikana. Sennilega hefði ég orðið undir í því samhengi. En þetta ekki ósvipað þeim vörðum sem að innlend fyrirtæki í staðbundnum rekstri standa frammi fyrir. Eiga þau að færa út kvíarnar eða halda sig heima í héraði? Hver þeirra samkeppnisstaða í alþjóðlegum samanburði? Stóri munurinn felst þó í því að sífellt fleiri sækja inn á héraðsmót fyrirtækjanna. Það voru ekki margir utanaðkomandi aðilar á héraðsmóti Vestur-Barðastrandarsýslu, þó að vissulega hafi þetta verið flott mót. En það öðruvísi hjá okkur hér. Landslagið hefur breyst gríðarlega í íslensku atvinnulífi undanfarna áratugi þar sem að krafa aukna framleiðni hefur gjörbreytt viðskiptaumhverfinu. Það fátt sem að bendi til þess að muni hægja á þessari þróun. Þvert á móti eru landamæri fyrirtækja sífellt að verða óskýrari og því óumflýjanlegt að taka tillit til þess sem að gerast á heimsleikunum. Og þetta viðfangsefni okkar hér í dag. Áður en við höldum lengra þá ætla ég að fá okkur til að framkvæma smá prófun á tækjabúnaði með mér. Þið hafið kannski tekið eftir í að það eru litlar fjastýringar á borðunum fyrir framan ykkur. Og við viljum auðvitað vera framalega á tæknimerinni og ætlum að hafa pallborðsumræðurnar með framsæknasta móti í dag. Og þið sjáum mynd hérna af fjastýringunum ef að þær voru eitthvað óskýrar fyrir framan ykkur. Og það eru valkostir þarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 og A, B, C, D, E, F. Við merkjum með bókstöfum í pallborðinu, en við ætlum að taka eina pröfuspurningu hérna til að sjá til þess að þetta sé allt eins og það á að vera. Spurningin eftirfarandi. Hvað ætlar þú að fá þér að drekka á kokteilum eftir? Þetta mjög þægilegt fyrir okkur til þess að átta okkur á hvernig stemningi verður og hver kostnaðurinn okkar af þinginu verður og þar fram til götum, hvort við þurfum að grípa til einhverjar ráðstafana. Svarmöguleikarnir eru eftirfarandi. Ég vona að verða engin fyrir vonbrigðum með úrvalið. Við erum að tala um bjór A, hvítvin B, rauðvin C, óáfengadrykki D og svo fyrir þá allra bröttustu bjór, hvítvin og rauðvin E. Og svo ef þið ætla að keyra heim að þá þetta F, ekkert. Og svona komum við til að gera þetta í pallborðinu. Kosning ekki hafin núna, en kosning hafin núna og þetta á ekki að þurfa að taka meira heldur en svona 10 sekúndur ef allir eru með athyglina hérna við dagskrána og íta á hnappana. Og þegar að þessum tíma lýkur, þá kemur kosningu lokið og þeir í tæknibúrinu
vinna úr niðurstöðunum á einhverjum undraverðum hraða og vonandi þurfum við ekki að vera með margar svona óþægilega þagnir en þá bara kem ég með eitthvað alveg rosa góða brandara. Eða horfi vandræðalegu bara út í loftið og bíð. Þetta var ekkert svo óþægilegt, en þetta mun verða hraðara eftir því sem á líður. Nú, hér er niðurstaðan. Mér sýnist að menn ætli alveg að sippa í sig aðeins. Og svona heilt yfir, meir en helmingur sem ætlar að fá sér, það er akkurat 51% sem ætlar að fá sér áfenga drykki og það eru 14% sem ætla að taka á því. Þannig að svona vinnum við pallborðsumræðurnar og ég fer betur yfir það hér á eftir þegar að pallborðið hefst. En það er gott að sjá, tæknibúnaðurinn virkar, þið eru öll búin að æfa ykkur, þannig að þetta mun ganga virkilega smurt fyrir sig þegar það kemur. Og þá er okkur ekki til setunum boðið að vinda okkur í formlega dagskrá þingsins. Við munum hefja leik eins og vanalega með ávarpi formanns, en Hreggvi Jónsson mun halda kveðjuræðu sína sem formaður hér í dag. Í kjölfar þess munu aðalræðumenn þingsins, þau Ajay Royan og Amy Cosper, halda sín erindi og þau munu varpa ljósi á þær breytingar á alþjóðlegum mörkuðum sem fyrirtæki og innlendi markaði þurfa að huga að. Hvað er að gerast að heimsleikunum sem að héraðsmótið þarf að hugsa út í? Að aðalerindum loknum munum við taka kaffihlé og í seinni hluta dagskrárinnar munum við færa okkur síðan aftur heim í hérað. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra ríður á vaðið með ræðu sinni. Við honum tekur Kristín Friðgeirsdóttir, stjórnarformaður Haga og prófessor við LBS. Að lokum fara pallborðsumræðurnar fram með þessum tæknibúnaði og ykkar framlagi. Þannig að þetta verður svona aðeins meira lifandi heldur en hefðbundnar pallborðsumræður. Við kjósum þá að kalla þetta samtal við salinn fremur en eiginlega pallborðsumræður. Nú, leið og ég set viðskiptaþing 2016, þá býð ég velkomin í pontu Hreggvi Jónsson, formann Viðskiptaráðs Íslands. Gjörðu svo vel, Hreggviður.